Komið þið sæl. Í þessari hljóðglæru ætlum við að skoða verklagsreglu gæðastýringu og gerð gæðastýringaráætlunar. Hér erum við búin að opna teikningu eða flæðirit sem lýsir tilteknu verkferli. Þetta ferli lýsir hvernig standa má að gæðastýringu við mannvirkjagerð. Þetta verkferli sem inniheldur fleiri verkferli má kalla yfirferli eða yfirverklagsreglu og verkferlana sem þar eru undir má kalla undirferli eða undirverklagsreglur. En á bak við sérhvern kassa í þessu skjali er að finna nánari leiðbeiningar, eyðublöð eða nýtt ferli. Í hausnum á skjalinu má sjá númer skjalsins í gæðakerfinu og heiti verklagsreglunar. Til vinstri höfum við komið fyrir merki fyrirtækisins, í þessu tilfelli Samtaka iðnaðarins, og til hægri er útgáfustýring skjalsins. Neðst á síðunni er vísað í viðeigandi greinar í stafnum ISO 9001/2008 sem er alþjóðlegur staðall gæðastjórnun sem þið ættuð að eignast. Við erum búin að skipta blaðinu lárétt niður í verkþætti og lóðrétt niður í hlutverk eða verksvið þeirra sem koma að sem stjórnendur. Verkþættirnir eru tilboðið útboð, gerð gæðastýringaráætlunar, síðan sjálf gæðastýringin, þar næst skráning árangurs og loks úrbætur. Það er að segja ef þess verður þörf, en markmiðið er að það verði ekki mikið af slíku. Það er viðskiptavinurinn sem efnir til útboðs og kallar eftir tilboði. Í mínu fyrirtæki er það framkvæmdastjórinn sem reiknar tilboðið og gengur frá samningunum. Það er síðan verkefnastjórinn sem rýnir gögnin með byggingarstjóra, hönnunarstjóra, iðnmeisturum og undirverktökum. Hann á jafnframt að útbúa gátlista og eftirlitsblöð og útfæra gæðastýringaráætlunina. Næsta skref er að fylgja áætlunin eftir með því að vakta eða fylgjast með að verið sé að vinna samkvæmt áætlunum, verklýsingum, teikningum, lögum og reglum. Við tryggjum rétt vinnubrögð ef við vöndum og fylgjum gæðastýringaráætlun. Við skráum árangurinn af eigin frammistöðu miðað við áætlanir í gæðastýringaráætlun og kynnum verkkaup á reglulegum verkfundum. Ef kemur í ljós að á einhverjum sviðum eða tilteknum verkþáttum stefni að hlutir fari úrskeiðis, höfum við tíma til að ákveða og kynna þær ráðstafanir sem við ætlum að grípa til. Á verkfundum er haldin fundagerð þar sem úrræði, áform og efndir eru skráð. Það eru þessir tveir þættir sem við ætlum að beina einbeitingu okkar að í þetta sinn. Það er að segja hvernig á að gera gæðastýringaráætlun og hvernig lítur hún út. Við skulum byrja á að skoða inn í verklagsregluna 3F11.001 sem fjallar um skipulag, áætlanir og undirbúningsferli með því að smella á hér. Hér sjáum við dæmi flæðirit sem myndar verkferli sem við köllum verklagsreglu. Hér er eins og í yfirferlinu merki fyrirtækisins, númer og heiti verklagsreglunar, útgáfustýringin og tilvísun í viðeigandi kafla ISO 9001/2008 og IST 30. Það er byrjað á að tilgreina markmið og gildissvið sem í þessu tilfelli er að allar upplýsingar, aðföng og tímasetningar séu skilgreind og til staðar þegar á þarf að halda. Að útiloka verktafir og mistök vegna ófyrirhyggju. Og þessi verklagsregla á að gilda í öllum verkum fyrirtækisins. Það er síðan verkefnastjórinn sem er gerður ábyrgur fyrir eða ábyrgðaraðili fyrir verklagsreglunni. Við höfum síðan röð aðgerða hér lóðrétt niður. Ef við þurfum að nota einhver stjórnunarleg verkfæri við aðgerðina eru þau að finna hér til vinstri sem ílag og það sem kemur út úr aðgerðinni köllum við frálag. Út til hægri kemur fram hver ber ábyrgð og lýsing á því sem á að gera í viðeigandi verkþætti. Við erum að koma frá verkferlinu 2F10.001 sem er samningsgerð. Fyrsta sem þarf að gera er að rýna gögnin. Til þess notum við gátlista sem ílag og útkoma gátlistar tilbúin til notkunar og skráningar á gæðastýringaráætlun. Við sjáum að það er verkefnastjórinn sem stjórnar rýninni og kallar til hönnuði, verkstjóra og undirverktaka. Það þarf að gera verkáætlun sem verður hluti af gæðastýringaráætluninni. Þar notum við Excel-módel sem við eigum í gæðakerfinu sem ílag og út kemur verkáætlun sem frálag. Það er verkefnastjórinn sem er ábyrgur fyrir þessari aðgerð og hann á að sjá til þess að verkstjóri og undirverktaki taki þátt í að gera verkáætlunina. Næsta aðgerð er að útbúa gæðastýringaráætlun. Og þar notum við meðal annars gögnin sem mynduðust á rýnisfundum í fyrstu aðgerðinni.
Enn er það verkefnastjórinn sem er ábyrgur og honum ber að taka öryggis- og heilbrigðisáætlunina og bæta inn á gæðastýringaráætlunina. Nú er fyrst hægt að hefja vinnu við sjálft verkið af einhverri alvöru. Og strax í upphafi verks þurfum við að styðjast við gátlista frá gæðastýringaráætluninni okkur til áminningar. Að lokum skulum við líta aðeins inn í verkferlið fyrir sjálfa framleiðsluna, þar sem við ætlum að hafa eftirlit með að rétt sé unnið. Það getum við gert með því að smella hér á þennan kassa eða fara tilbaka í gæðastýringaráætlunina. Við veljum að fara tilbaka til að hafa samhengi í hlutunum. Við erum nú komin tilbaka í verkferli fyrir gæðastýringaráætlunina. Til að opna framleiðsluferlið smellum við á kassa sem inniheldur verkferlið 6F200001. Hér sjáum við enn sömu uppsetningu á verklagsreglunni og hinum fyrri. Merki, heiti, númer og útgáfustýring. Tilvísanir í staðla og svo framvegis. Við sjáum að þegar undirbúningi er lokið þá hefist við handa við að framleiða eða byggja. Við vinnum samkvæmt verkáætlun, innkaupaáætlun, gæðastýringaráætlun og öryggis- og heilbrigðisáætlun. Við skráum eigin frammistöðu í dagbók sem í vikulok er tekin saman í vikuskýrslu. Á verktímanum þarf að taka á móti nýjum hönnunargögnum, vörum og hráefni og það geta komið upp frábrigði eða að það er óskað eftir að gerðar verða breytingar og eða unnin aukaverk. Í góðu gæðakerfi er til staðar skilgreind verkferli fyrir alla þessa þætti, byggð upp með sama sniði og það sem við höfum verið að skoða. Að eiga aðgang að slíkum verklagsreglum kemur sér vel þegar kynna þarf tiltekið stjórnunarlegt verklag fyrir verkkaupum og síðan fyrir millistjórnendur að styðjast við þegar á þarf að halda. En hér látum við staðar numið, en á annarri hljóðglæru getið þið fylgst með hvernig mögulegt er að standa því að rýna gögn, útbúa gátlista og útbúa gæðastýringaráætlun. En nóg að sinni, ég þakka fyrir athyglinna. Takk.